Í einu minnsta þorpi landsins rekið kaffihús, vertinn skipti glaður á froðu kaffi í miðborginni fyrir Töfra Árneshrepps. Þótt þorpið í Norðurfirði á Ströndum sé agnarsmátt hægt að fara þar á kaffihús. Reksturinn annast ungur háskólanemi frá Reykjavík sem veðjar á að fleiri en hann átti sig á Töfrum Árneshrepps áður en langt líður. Þeim fjölgar með hverju árinu ferðamönnunum sem ákveða að heimsækja Árneshrepp á Ströndum og það er sennilega staður eins og þessi sem að gerir hreppinn svona aðlaðandi, umhverfið allt eins og einhver forsíða í ferðabæklingi. Flestir þeir sem hingað koma staldra stutt við en þeir eru þó til sem að ílengjast og sumir eru ólíklegri en aðrir. Þetta er þorpið í Norðurfirði, húsin eru fá og gömul en í einu þeirra er þó rekið kaffihús og ef Kaffi Norðurfjörður er staðurinn þá er þetta sennilega maðurinn. 25 ára háskólanemi, alinn upp í Vesturbæ Reykjavíkur. Hann tók við rekstrinum í vor en Árneshreppi kynntist hann í gegnum konuna sína sem er alinn upp í Trékyllisvík og hann heillaðist að staðnum. Og það er bara eins og myndina sína, þetta er bara það sem að dreigum hingað. Náttúrulega ótrúlega fegurð og kyrrð og ró. Kannski líka það að ég er í ferðamálafræði í háskólanum og þetta er svona skemmtileg stúdía. Ferðamálin hérna á svæðinu, svolítið svona óbeisluð og margt sem maður má skoða og vonandi eitthvað fleira sem hægt að taka sér fyrir hendur. Frá Norðurfirði er boðið upp á siglingar inn að friðlandinu Hornströndum og þangað leita nú ferðamenn í auknum mæli. Bílarnir við höfnina eru til merkis að menn verða að tileinka sér annan ferðamáta ætti þeir sér lengra í norðurátt. Það er kannski þess vegna sem staðurinn hefur stundum verið kallaður endarstöð. Það eina sem að gera þetta einhver endarstöð, það er kannski bara malavegurinn, endar hérna. En það upphefst margt annað. Og Einar segist vel geta að hugsa sér að festa rætur á Ströndum. Þetta er sumarævintýri núna allavega og næstu sumur og svo sjáum við til hvort þetta verður að heilsársævintýri.